Góðan daginn meistarar, ég ætla að fara einnig við skák úr heimsbikarmótinu. Magnús Carlsen og Arian Tari teldu saman í dag. Þeir eru góði félagar, báðir Norðmenn auðvitað. Þó að, já, Tari vissulega ættaður frá Íran en einhver síður auðvitað Norðmaður. Já, ég var alltaf hrifinn af þessari skák af því að ég sá að Magnús kom með svona dálítið djúpa nýjung. Hann greinilega, þetta hugsanlega einhver undirbúningur fyrir heimsmeistaræfi einhvern tímann. Ok, við skulum bara vinda okkur í þetta. Það sem sagt D4 og þetta Nimzó undirskvörn, allt saman þekkt, og Biskup D2 sem er svona, það er alveg svona nýtt trend í þessu. Já, hvítu vill ekki fá tvípeðin og svona, já, hvítur er nokkuð solid í þessu. Nú C5 er lang algengast, A3 og svona þumalputta reglan í þessu er alltaf að leika A3 eftir C5 af því að hvítu vill ekki leyfa svartum drepa á D4 og geta sloppið með biskupinn tilbaka á E7. Þannig að eftir C5 þá er A3, biskupdrepur, rittar eina 4. Nú ef svartur leikur ekki rittar eina 4 þá er hvítu bara að fá biskupparið og þægilega betri stöðu án þess að hafa neitt fyrir því. Þannig að rittar eina 4 og rittar eina 2 er sterkasti leikurinn hérna mínum að því. Hvítu vill sem sagt drepa á C3 með rittara þar sem hann er svona á sínum besta reyti eiginlega. Nú B6 er mainline. Nú hafa nú sést aðri leikir eins og dróning F6 eða eitthvað svoleiðis en ég ætla nú ekki að taka það fyrir núna. B6 D5. Það er lógist að leika D5 eftir B6 af því að svartur er aðeins búin að skuldbunda sig með B6 og veikja sig. Og þá viljum við þetta blokkera biskupinn og C8 alltaf mikið með D5. Nú biskup A6 var leikið sem er lang algengast. Það hefur nú telst hérna, þetta hefur telst svona háu leveli. Anton og Guaro frá Spáni, ég er örugglega ekki berið þetta rétt fram. Nakamura teltu eitthvað með svona. Nakamura vann en staðan var ekki ljós svo sem. Já, en ég ætla að halda með þetta biskup A6 sem er algengast. Nú B3 hefur telst, B5 þetta er alveg gott svar. Get bara sýnt hérna örstutt. Hérna er einhver skák hjá Tabatbæ á móti Matrosian 2021 og svartur stóð ágætlega. Þannig að biskup A6 það er svona lógist, hótum á C4 og dróning D3 er líka til hérna við mann rétt. En Magnús hann leik F3 sem ég fann nú bara eina skák í F3 drepið og svartur drepið hérna á C4 smá taktist við myndir að skáka og drepa tilbaka og sem sagt svartur peði yfir en þetta er náttúrulega einföld taktík og Magnús auðvitað vissi vel að þessu, var með þetta alltaf á eldursporðinu og ég er með hérna bók fyrir fram á mig sem heitir Complete Opening Repertoire for Black eftir
Darius Svírs frá Pólandi, og hann segir hérna að hvítu þurfi að sanna sem bæti fyrir peðið, og það lítur ekki út fyrir að vera augljóst að hvítu sem bæti fyrir peð. Ég myndi varlega áætla að hvítu stæði aðeins höllum fæti stendur hann hjá honum, en að viðurkenna að hvítur ætti samt að hafa eitthvað mótspil. Það kannski slaufaði kannski full hratt í gegnum þetta, það kemur bara eitthvað tala á tölvunni, til dæmis í þessar stöðu mæla tölvunum Roku C1 sem nú rökréttur leikur auðvitað. En Magnús, hann leik hérna H4 í dag sem nýjung. Þetta er hrifin að þessu, þetta er náttúrulega þekkt koncept hjá Alfa Zero að fara með HP áfram. Nú skulum aðeins meta stöðuna, hvítur peð undir, en komin út með rittaran og svartur smá vandræði með rittaran á B8 út af peðin á D5, kemst ekki á C6, og þó að rittarinn fara á A6 þá kemist hann aldrei á B4 út af peðin á A3, þannig að hrókurinn á A8 og rittarinn á B8 eru smá svona í vandræðum. Þannig að það þarf alltaf að skoða hvað kallarnir eru að gera á borðinu. Það er ekki bara materiál eða liðsafli, og svartur hefur fyrir þetta eitt peð. En ég myndi halda svona í grunninn þá hugmyndin hjá hvítum að íta H-peðin áfram, og síðan getur hrókurinn farið hérna á H4 jafnvel, þá verður drottningin að fara á A6 og getur hrókurinn fara á G4 og svo framvegis. Síðan viljum við þetta íta peðin á H6, en svarta drottningin á ekki heldur marga reyti, hún á eiginlega bara A6, þannig að það hrókurinn á A8, rittarinn á B8 og drottningin á C4 eru svona smá í bobba. Kallarnir vinni ekki alveg nóg vel saman hjá svörtum Já, handarab á D5. Ég var eitthvað að skoða aðra möguleika. Hvað var ég nú aftur að skoða? F5, H5, H6. Já, það er ýmsir möguleikar hér. Kongur F2 getur leikur, rókur H4, rókur C1, það sjá hvað gerst, rókur H4, kongur F2. Já, þetta allt saman alveg möguleikin, en kannski viljum við ekkert vera að reka drottninguna frá C4, ekki alveg strax. Til dæmis kongur F2 aldrei hefur nú honum og kannski leika bara G4 hérna. Með hugmyndinni jafnvel G5 fljótlega. Drottningi getur svo að fara á G1 og fara í sóknina. Ég veit náttúrulega ekki alveg nákvæmlega hvað Magnús var með í huga. Ég sé að 12 hérna með G5 sem möguleika. Fórna öðru peði frá okkur G4. Og það ekki einu sem að drepa á E3 og þetta var með konginu G2 og þetta svona athyglisvert Svörstu kallarnir eru svolítið einangraðir hérna á drottningavæng sýnist mér. Getur mjög hættuleg staða fyrir svartan. Það getur eitthvað svona hugmyndir, en hrókurinn klálega að plana að fara á H4 í einhverjum momentum. Nú ef svartu myndir einlega drang B3 hérna, þá getur drang B3 verið vandræði.
pressar þá á E6 sko. Svartur ansi passífur hérna, verði ég að segja. Þannig að H4, þetta svona, það merkilegt hvað þetta erfið staða á svartan einhvern veginn að gera eitthvað. Nú riddari A6, spurning hvort hann hafi eitthvað íhuga á það sko. Við höfum myndinni kannski að fara á C7. Já, spurning hvað Magnús var að hugsa hérna, ætla hann sé að spá í H5. Það bæði þetta drepa á D5 eða riddari C7, en þetta samt svona svartu var kannski eitthvað hrættur drottningi myndi bara lokast inni á C4. Það var einhver okkur C1 eða eitthvað. En á að vísa alltaf riddari C7, sýnst mér í því. Það sé á riddari C7. Jó, það nú sem alltaf. Það riddari A6, H5. Kannski hótu við okkur H4, drottningin F. Svartu verður leika riddari C7. Já, það spurning hvað Magnús hafi verið með huga hérna. Það svo margir leikir, getur verið okkur H4, H6. Kannski getur hann B3 og löngkrókun, ég ekki alveg viss. Svartur náttúrulega svolítið veikur á svarturritanum. Það getur verið að riddari A6 sé skásti kosturinn þó hann virkið svolítið ljótur. En Ariantari hann drap á D5 og riddari drap á D5 og hérna sjá við vandamáli í nótskutn, það hótum hérna riddari C7. Nú ef riddari A6, ég kíkti aðeins á það er þessi verri útgáfa hérna. Það sýnst H5 það nokkuð lofandi fyrir hvítan sko. Hér á hvítu nokkra leiðir, með þess að B4 getur verið ágætt. Hótum á A4. En ég meina svona konkrét leið eins og skiptu upp allt í lagi líka. Við höfum alltaf hann okkur A4 leik sem mjög pirrandur í svartan. Og þetta sem sagt eitthvað verra á svartan. Og kannski meira spennandi að halda í drottningarnar, leika drotning D2, hróku G4 og E4 betra á hvítan. Það eitthvað riddari C7 til svona. Það svona allavega þetta mjög svona tricky fyrir svartan sko. Þetta var svona praktist val hjá Magnúsi, hann greinlega þekkti þetta vel. Þetta getur svona líka. Svartu myndi leika riddari C7. Já. Það ýmsir möguleikar, ég veit reynilega ekki alveg hvað best þetta. Það líka svona C3. Það voru svartur að fara í hansi passífa vörd hérna, hann vissilega beðin yfir. Og það getur hvítur alltaf þráleikið ef hann vill, riddari F4, riddari D5. Svo þetta að drepa á C7 og drepa svo D7 mín. Ég veit ekki alveg hvernig það
en Tari hann leikritari C6 B3 kannski eitthvað 12 að segja þetta sé jafnt, þá er þetta mjög erfitt yfir borðinu á svartan. Þess að svartu fær hérna 3 peð og skipta minni í smá tíma, en þetta endatafli er alltaf erfitt sko að mínum mati, þó að 12 að segja eitthvað 0,14. Það er svo einföld plön hjá hvítum, það er bara kongur E2, hókur D1 og svo er þessi peð alltaf svolítið veik. En svo vann bara Magnús þetta mjög auðvitað sko. Þannig að boltinn er aðeins hjá svörtum hérna, hann þarf að finna einhverja lausn á þessu ef menn ætla að tefla þetta svona svart. Já, takk fyrir í dag.